kennarar og starfsfólk MH og aðrir góðir gestir. Ég býð ykkur öll velkomin til þessara brautskráningar og vona við eigum ánægjulega stund saman. Ég heiti Helga Jóhannsdóttir og mun stýra athöfninni. Ég vil byrja á að þakka Þórhildi Völu, Ástrós Evu og Ragnheiði Helgu fyrir tónlistarflutninginn á meðan við vorum að bíða. Það nú stillir okkur að hlusta á fallega tónlist og gera okkur fullkomin til þessara stundar. Í dag verða brautskráðar 127 nemendur frá Menntaskólanum við Hamrahlíð af 8 námsbrautum. Í hópnum eru nemendur af alþjóðlegri braut skólans, IB-braut, og mun ég því segja nokkur orð á ensku. I want to welcome you all, students and guests, to our graduation. The graduation will be in Icelandic, but I hope you will enjoy the program and the music. Some of the music is in English. Við í MH búum svo vel að eiga frábæran kór og öflugan og við nýtum öll tækifæri til þess að sýna og njóta tónlistarflutnings nemenda okkar og undir kórstjórn Hreiðars Sýka Þorsteinssonar. Innan skamms munum við hlýða á kórinn undir stjórn Hreiðars, flytja lagið Vorið kemur eftir Valgeir Guðjónsson sem Hreiðaringi setti fyrir kórinn. Ljóðið er eftir Jóhannes úr Köttum. Að loknum tónlistarflutningi tekur til máls Guðmundur Arnórsson konrektor
og síðan tekur eitt við af öðru samkvæmt prentaðri dagskrá sem þið hafið. Ég sé einhverju farnir að nota sem blæðandi, það er líka pínu tilgangur. Þannig að Kór MH, gjörið svo vel. Kæru útskriftarefni, fjölskyldur og vinir og samstagsfólk í MH. Ég vil byrja ræðu mína á að þakka forstjóra sérstaklega fyrir að hafa vegið og vanda að skipulagningu tónlistardagskrár dagsins. Við erum einstaklega heppin hér í Hamrahlíð. Bæði höfum við ótal frábæra hljóðfæraleikara og oft tónskáld og kórsöngvara úr rauðum nemenda. En eins forstjórinn okkar bæði allra stórt tónskáld útsettari eins og þið heyrðuð rétt í þessu. Og í dag eigum við líka tónskáld úr hópi foreldra, en Halldór Hauksson, höfundur verksins sem við munum hlýða á eftir ræðinu minni, faðir Lilju Rudar sem að útskrifast hérna í dag. Þann 24. september 1966 var Menntaskólinn við Hamrahlíð settur í fyrsta sinn og á skólinn því 60 ára afmæli í ár. Á þessum 60 árum hefur skólinn lagt margt af mörkum til þróunar mennta og menningar í landinu og verið í fararbroddi fyrir margar nýjungar sem hafa orðið skólinn til eftirbreytni.
Að einu leyti máttu segja að MH hafi verið eftirbátur flestra annarra framhaldsskóla landsins, en það breyttist á 20. maí síðastliðinn þegar okkur bárust loksins fregnir af því að Helga Jóhannsdóttir hafi verið skipuð rektor MH fyrst kvenna. Það var löngu tímabært skref fyrir skólann, en ekki síður gleðilegt fyrir okkur sem njótum þess á hverjum degi að starfa með Helgu. Vandaðri, klárari og hlýrri samstarfskonu vart hægt að finna. Auk þess hún mögulega stoltasti MH-ingurinn af okkur öllum. Ég vil fyrir hönd kennara og annars starfsfólks fá að óska Helgu og okkur öllum innilega til hamingju. Mér finnst líka við þetta tilefni nauðsynlegt að minnast þess að nú kveður Ellý Sómalíustjóri okkur eftir rúmlega 2 áratugastörf í MH. Ellý tók við rekstur Sómalíu matsölu nemenda haustið 2004. Á þeim tíma sá nemendafélagið hitt rekstur Sómalíu og var þjónusta og vöruúrval oft ekki upp á marga fiskar. En Ellý vann frá fyrsta degi í hug og hjörtu nemenda og þessum árum hefur Sómalía bæði vaxið og dafnað. Nýr Sómalíustjóri tekur við góðu búi í haust. Ellý hefur strangt til tekið verið starfsmaður nemendafélagsins en ekki MH, en ég vil þó fyrir skólans hönd fá að þakka henni fyrir sitt frábæra framlag síðustu 22 ár. Eins og Helga kom inn á, þá hér við skólann starfrækt alþjóðleg námsbraut í samstarfi við samtökin International Baccalaureate sem skipuleggja alþjóðlegt og samræmt nám á ensku sem virkt og vinsælt víða um heim. Nú í maí eru 26 nýstúdentar sem útskrifast frá yfirbraut. Þau hafa nýlokið strembinni 3 vikna stúdentsprófatörn og niðurstöður verða ekki ljósar fyrr en eftir rúman mánuð. Mörg þessara nemenda skilja litla eða enga íslensku og muni því á að þau stuttlega á ensku. Dear IB students, today I would like to talk to you about the IB learner profile. This collection of 400 words is a statement of great aspirations, outlining 10 main characteristics of what an IB student should aim to be. The learner profile is something to which we should all aspire, students and adults alike. And in my view, this graduating class embodies that learner profile. Not only are you more knowledgeable than you were before, better communicators, more inquiring, and certainly more reflective. Perhaps more importantly, you are caring and more open-minded than you were before you came to MH. And you help to bring out these attributes in the school community. Whatever July 6th will bring, you should be proud and happy about yourselves. We as a school were privileged to have you as our students. And now I fear I must switch back to Icelandic. Þeir eiginleikar sem ég taldi hér upp og finna má í svonefndri IB Learner Profile eru í raun eiginleikar sem mér finnst passa við alla nemendur í MH, en það passar ekki námið mjög vel hér í skólanum. Að mínu viti eru þið MH-ingar fróð og virk í þekkingarleit, þið pælið í hlutum og ígrundir, þið miðlið vel þekking ykkar og standið upp prinsipum. Þið eru óhrædd við að taka áhættu, þið eru fjölhæf og hafið áhuga á fjölbreyttum viðfangsefnum, þið eru vísing og þið látið velferð annarra ykkur varða. Þetta eru eiginleikar sem þið eru vitni af á hverjum degi, hvort heldur félagslífi eða kennslustundum. Þessi síðastliðna önn hefur sýnt okkur allt það besta í þar ykkar. Ég get nefnt fjölmörg dæmi metnaðarfull lokaverkefni og áhugaverðar kynningar, sigra í þýskuþraut og spænskahátíð, íþróttavikuna og meistaramótssigra nemenda í ýmsum íþróttum, gjörningalist, vísveður skólann, kórferðinu Norðurland, frábæra lækningadaga og glæsilega árangur í Gettu betur og Morfís þrátt fyrir svekkjandi tvörk. Þá verður einnig að minnast á leiksýningur Djúpt inn í skó,
þar sem þið sýndu enn og eftir hvers þau eru megnur, hvort þau frá svið eða baksviðs, í hönnun eða í framkvæmdastjórn. Og loks verður að minnast á þá vinnu sem þið hafi lagt af mörkum í náminu sjálfu. Þá vinnu sem skýrtunir ykkar fyrir vitnum. Þar hafa sannarlega unnist sigrar og þeir sigrar hafa veitt ykkur aukinn skilning og færni en það sem mestu máli skiptir, elt samtíð ykkar og mennsku. Þegar bestu við tekist til, þá hafa sigrar ykkar jafnframt haft sömu áhrif á okkur kennara. Það eru forréttindi að fá að vinna með jafnöflugum nemendahópi og ykkur. En nú kveðjustundin loks runnin upp, nú er ljúfsár að vanda. Við þóttu við höfum stefnt þessum áfanga í sameiningu og erum vissulega stolt af ykkur, þá erum við farið að þykja ansefnum fættum ykkur líka og við munum sagt ykkar. Hinn sístækkandi hópur útskrifaðar M-hóingar tekur hins vegar glaður á móti ykkur og við sjáum ykkur vonandi strax þegar hópi á afmælishátíðinni í haust. Kæru skírteinishafar, framtíðin er ykkar. Hún viðvitum að hún mun bera í skaut sér bæði áskoruninn og ævintýrin og sömu ævintýri kannski duftin í spól. Njótið þeirra vel, þið eru vel undirbúin. Innilega til hamingju með það. Ykkur verðandi skírteinisöfum til hamingju með áfanga. Prófskírteinin sem þið fáið núna afhent í ýmsum útfærslum og mjög fjölbreyttu innihaldi. Skipting verðandi skírteinishafa á brautir sem hér segir: 8 á félagsfræðabraut, 7 á listansbraut,
4 á listmenntabraut, 5 á málabraut, 20 á náttúrufræðibraut og 57 á opinni braut. Auk þess útskrifast 24 nemendur af IB-braut og 2 af fjölnámsbraut. Nú ætlum við að sjá hvernig æfingin gekk í gær og byrjum það eftir vinstri, byrjum vinstra megin, tökum eina röð í einu og við höldum í það hefð að klappa fyrir stúdentunum þegar þau komið tilbaka í sætið. Þau eiga að standa fyrst í smástund svo þið getið tekið myndaðir og klappa eitthvað myndu. Og þau spurðu í gær, eigum að setjast ef fólki hættar að klappa? Þannig nei, þið verða að setjast fyrst, þið hættið að klappa. Þannig að eigum við þá ekki að skapta í það. Alex Ló, Svarthöfði Sigurðar, stúdent af listmenntabraut með áherslu á leiklist. Alexandra Mercedes Mustakas, stúdent af opinni braut með áherslu á ensku og sögu. Alvar Steinn Þorgeirsson, stúdent af félagsfræðibraut. Það fáum alltaf fyrir hverri röð fyrir sig, annars verðum við hérna í allan dag. Það skulle bjóða ykkur æfingu. Amelía Marta Sjókovska, stúdent af náttúrufræðibraut. Angel Isaac Uribe Arteaga, stúdent af IB-braut. Angela Hrund Valgerðardóttir, stúdent af málabraut. Anja Valborg Perri Kjörðardóttir, stúdent af listdansbraut. Atli Svavarsson, stúdent af listmenntabraut með áherslu á leiklist. Auður Edda Jín Karlsdóttir, stúdent af opinni braut með áherslu á stærðfræði og líffræði. Álfheiður Sigurðardóttir, stúdent af opinni braut með áherslu á leiklist og íslensku. Árný Vang Stefánsdóttir, stúdent af IB-braut. Og nú skulum við klappa. Áróra Líf Sigurðardóttir, stúdent af náttúrufræðibraut. Ásgerður Margrét Ásgeirsdóttir, stúdent af opinni braut með áherslu á stærðfræði og efnisfræði. Ástrós Sara Guðmundsdóttir, stúdent af málabraut. Benedikt Freyr Þorvaldsson, stúdent af listmenntabraut með áherslu á leiklist. Og hér afmælisbarn dagsins, Birkir Örn Einarsson, stúdent af opinni braut með áherslu á ensku og stærðfræði.
Brynjar Bragi Einarsson, stúdent á opinbraut með áherslu á félagsfræði og tölvunarfræði. Shadman Ian Naimi, stúdent á Ipibraut. Kristján Páll Ingólfsson, stúdent á Ipibraut. Connie Woodhead, stúdent á Ipibraut. Daniel Marksson Bell, stúdent á opinbraut með áherslu á ensku og íslensku. Daniel Wang Hansen, stúdent af opinbraut með áherslu á ensku og líffræði. Og Daniel Þröstur Pálsson, stúdent af opinbraut með áherslu á sögu og líffræði. Daniel Helgi Valgeirsson, stúdent á náttúrufræðibraut. Diljá Örn Hinriksdóttir, stúdent á opinbraut með áherslu á sálfræði og dönsku. Dímas Þór Svanleifsson Rodríguez, stúdent á opinbraut með áherslu á ítölsku og japönsku. Dunja Sol Markovic, stúdent á opinbraut með áherslu á þýsku og líffræði. Írlaug Kristín Flókadóttir, stúdent á opinbraut með áherslu á stærðfræði og leiklist. Edda Heimisdóttir, stúdent á Ipibraut. Eden Naim Gittler, stúdent af Ipibraut. Eiður Júan Guðjónsson Mitchell, stúdent af Ipibraut. Eik Magnúsdóttir, stúdent á opinbraut með áherslu á sálfræði og félagsfræði. Elena Maria Piersone, stúdent á opinbraut með áherslu á sálfræði og ensku. Elísa Lind Sigurðardóttir, stúdent á náttúrufræðibraut. Embla Flórey Þórsdóttir, stúdent af Ipibraut. Og Emilía Nótt Stærðardóttir, stúdent af félagsfræðibraut. Emily Mokka, stúdent af Ipibraut. Emma Karen Henriksdóttir, stúdent af Ipibraut. Erla Dagmar Ingimarsdóttir, stúdent af opinbraut með áherslu á ensku og sálfræði. Ethan Joseph Fernández Trinidad, stúdent af félagsfræðibraut. Eva Þóra Steffensen, stúdent af opinbraut með áherslu á sögu og ensku. Fannar Smári Jóhannsson, stúdent af opinbraut með áherslu á stærðfræði og erfðafræði. Freydís Helgadóttir, stúdent af opinbraut með áherslu á myndlist og dönsku. Freyja Dís Hrafnkelsdóttir, stúdent af opinbraut með áherslu á ensku og sögu. Gunnar Helgi Stefánsson, stúdent af opinbraut með áherslu á ensku og stærðfræði. Hallsteinn Skorri Haraldsson, stúdent af náttúrufræðibraut.
Hekla Arnardóttir, stúdent á opinbraut með áherslu á stærðfræði og ensku. Helena Rós Breton, stúdent á opinbraut með áherslu á sálfræði og líffræði. Helena Rut Oddsdóttir, stúdent á náttúrufræðibraut. Helga Birta Hauksdóttir, stúdent á opinbraut með áherslu á sögu og myndlist. Herdís Freyja Friðriksdóttir, stúdent á náttúrufræðibraut. Ragney Karlsdóttir, stúdent á listmyndabraut með áherslu á myndlist. Hugrún Þorsteinsdóttir, stúdent á opinbraut með áherslu á sálfræði og spænsku. Högni Gylfason, stúdent á opinbraut með áherslu á sögu og jarðfræði. Iðunn Ólöf Berntsen, stúdent á listdansbraut. Illugi Vilhjálmsson, stúdent á opinbraut með áherslu á íslensku og myndlist. Ingibjörg Ellý Herbertsdóttir, stúdent á opinbraut með áherslu á leiklist og stærðfræði. Ingunn María Mastarčia Hlíðusdóttir, stúdent á opinbraut með áherslu á íslensku og leiklist. Og Ingunn Eyja Skúladóttir, stúdent á opinbraut með áherslu á sögu og myndlist. Isabella Huld Magla Hór, stúdent á opinbraut með áherslu á ensku og sálfræði. Íris Hulda Arnarsdóttir, stúdent á listdansbraut. Isabella Rós Jónsdóttir, stúdent á opinbraut með áherslu á líffræði og ensku. Isadora Leonie Charlene Locher-Brochet, stúdent á yfirbraut. Josephine Ofori, stúdent á yfirbraut. Jökull Jónsson, stúdent á opinbraut með áherslu á leiklist og kórsöng. Katla Nessa Kíansdóttir, stúdent á opinbraut með áherslu á myndlist og dönsku. Katrín María Ragnarsdóttir, stúdent á opinbraut með áherslu á ensku og sögu. Knútur Atli Kristinsson, stúdent á náttúrufræðibraut. Kolbeinn Óli Baldursson, stúdent á náttúrufræðibraut. Kolbeinn Einarsson, stúdent á opinbraut með áherslu á sálfræði og ensku. Kolbrún Eva Brím, stúdent á opinbraut með áherslu á dönsku og ensku. Kristoffer Geir Hauksson, stúdent á náttúrufræðibraut.
Levi Eli Gamjón Sveinbjörnsson, stúdent af opinbraut með áherslu á myndlist og líffræði. Lilja Ellersdóttir, stúdent af opinbraut með áherslu á sálfræði og dönsku. Lilja Rut Halldórsdóttir, stúdent af náttúrufræðibraut. Maja Cornelia Bull, stúdent af opinbraut með áherslu á myndlist og ensku. Markus Einar Orrason, stúdent af félagsfræðibraut. Messiana Baldvinsdóttir, stúdent af náttúrufræðibraut. Óðinn Örn Geirdal, stúdent af opinbraut með áherslu á stærðfræði og jarðfræði. Agnes Lea Agnarsdóttir, stúdent af félagsfræðibraut. Patricia Kovalenska, stúdent af málabraut. Pál Nílka, stúdent af viðbyggbraut. Rakel Lilja Guðjónsdóttir, útskrifast með framhaldsskólapróf. Rakel Emma Róbertsdóttir, stúdent af málabraut. Regn Elefsen, stúdent af opinbraut með áherslu á líffræði og jarðfræði. Ricardo Miucci, stúdent af viðbyggbraut. Rita Björk Löfdal, stúdent af listnámsbraut. Sif Fransín A. Sæmundsson, stúdent af viðbyggbraut. Sigríður Laufey Sigurðardóttir, stúdent af opinbraut með áherslu á sálfræði og ensku. Sigrún Helga Thorlacius, stúdent af opinbraut með áherslu á sögu og sálfræði. Simón Luis Zarate Eggertsson, stúdent af viðbyggbraut. Sóley Júka Magnúsdóttir Guðvahara, stúdent af náttúrufræðibraut. Sóley Rut Magnúsdóttir, stúdent af opinbraut með áherslu á líffræði og sálfræði. Sólveig Hanna Davíðsdóttir, stúdent af náttúrufræðibraut. Sunneva Einarsdóttir, stúdent af málabraut. Sunneva Þöll Gísladóttir, stúdent af félagsfræðibraut. Svanhildur Jóð Alexandersdóttir, stúdent af opinbraut með áherslu á líffræði og sálfræði. Sydney Sól Birgisdóttir, stúdent af opinbraut með áherslu á frönsku og ensku. Tamara Lind Lundberg, stúdent af félagsfræðibraut.
Helma Karin Jónsdóttir, stúdent á opinbraut með áherslu á líffræði og stærðfræði. Tinna Steinþórsdóttir, stúdent á opinbraut með áherslu á sögu og líffræði. Unnar Tjörfi Björnsson, stúdent á opinbraut með áherslu á sögu og sálfræði. Úlfur Brjánsson, stúdent á náttúrufræði. Viktoría Hera H. Björnsdóttir, stúdent af félagsfræði. Viktoría Uim Hui, stúdent af listnámsbraut. Viktor Kári Ólafsson, stúdent af náttúrufræðibraut. Viktoría Storm Árnadóttir, stúdent af opinbraut með áherslu á ensku og spænsku. Yes! Shindei Lú, stúdent af IP-braut. Eva Iskra, stúdent af IP-braut. Yusuf Emre Hiak, stúdent af IP-braut, hér í dag. Þengill Sigurjónsson, stúdent af opinbraut með áherslu á ensku og stærðfræði. Þorkell Hvan Vin Nguyen, stúdent af náttúrufræðibraut. Let's go, Þorkell! Þorleifur Darri G. Jörgensen, stúdent af opinbraut með áherslu á sálfræði og stærðfræði. Þóra Björg Sigurðardóttir, stúdent af listnámsbraut. Þórhildur Kristjónsdóttir, stúdent af opinbraut með áherslu á sögu og ensku. Þórunn Margrét Jónsdóttir, stúdent af listnámsbraut. Skiptuminshafa sem gátu ekki verið með okkur í dag. En það eru Andri Lukas Snorrason, Samin Sairi Feria Escobedo, Shamha Hel Lír Saturday Sölvarsson sem eru að útskrifast með stúdentspróf á IP-braut, Emmi Þór Helgason sem útskrifast með framhaldsskólapróf, Elisabeth Olga Óskarsdóttir, Ólafur Róbertsson af náttúrufræðibraut, Ella Margrét Borgfjörð Roth Ástadóttir, Þetta Helgi Ólafsson og Rares Olgani Sená, stúdentar af opinbraut. Þið komið skýrslunni í hendurnar og þá þykir að fylgjum að falla bækur og setja upp stúdentspróf. Verður það?
því sem nemendurnir gerðu. En við ætlum að syngja saman og við ætlum að syngja stúdentasönginn, það er Gáði Amos. Þannig að við skulum öll standa upp og taka undir með hóp og stúdentar. Okkur sönn ánægja að veita viðurkenningar til þeirra nemenda sem hafa náð ágætum árangri við brautskráningu og ágætum árangri í einstökum greinum. Og ég vil biðja þau ykkar sem ég mun nú lesa upp að koma til okkar og taka við verðlaunum frá okkur. Frá okkur, og þetta verða nokkrir bókar. Að þessu sinni útskrifast alls 13 nemendur með ágætiseinkunn á stúdentsprófi. Það með meðaleinkunn upp á 9 eða meira. Úr þeirra hópi vil ég kalla til okkar Lilju Rut Halldórsdóttur og Sóleyju Júgu Magnúsdóttur Guðvahar. Menntaskólans að Hamrahlíð Lilja Rut Halldórsdóttir með 9,83 í meðaleinkunn á stúdentsprófi. Lilja Rut hlýtur viðurkenningu fyrir ágæta námsárangur í íslensku og þýsku og viðurkenningu frá Íslenska stærðfræðifélaginu fyrir ágæta námsárangur í stærðfræði. Menntaskólans að Hamrahlíð Sóleyju Júgu Magnúsdóttur Guðvahar með 9,88 í meðaleinkunn á stúdentsprófi. Sóleyju hlýtur viðurkenningu fyrir ágæta námsárangur í stærðfræði og einnig hlýtur hún raungreinaverðlaun Háskólans Reykjavík fyrir ágæta námsárangur á stúdentsprófi.
viðurkenningu fyrir ágætan námsárangur í stærðfræði. Þá vil ég biðja ykkur hérna á mér á vinstri hönd að hlusta vel og byrja ég kalla hana og að hói. Alex Gló Svartviði Sigurðar, Dunja Sól Markovic, Eiður Júen Guðjónsson Mitchell, Eik Magnúsdóttir, Fannar Smári Jóhannsson, Hallsteinn Skorri Haraldsson og Herdís Freyja Friðriksdóttir. Alex Gló Svartviði Sigurðar hlýtur viðurkenningu fyrir ágætan námsárangur í leiklist. Dunja Sól Markovic hlýtur viðurkenningu fyrir ágætan námsárangur í eðlisfræði. Eiður Júen Guðjónsson Mitchell hlýtur viðurkenningu fyrir ágætan námsárangur á yfirbraut og ágætan námsárangur í grunnskóla. Eik Magnúsdóttir hlýtur viðurkenningu fyrir ágætan námsárangur í félagsgreinum og sálfræði. Fannar Smári Jóhannsson hlýtur viðurkenningu fyrir ágætan námsárangur í eftirfræði. Hallsteinn Skorri Haraldsson hlýtur viðurkenningu frá Íslenska stærðfræðifélaginu fyrir ágætan námsárangur í stærðfræði. Herdís Freyja Friðriksdóttir hlýtur viðurkenningu fyrir ágætan námsárangur í líffræði. Þá vil ég biðja ykkur mér að hægri hönd að hlusta vel og koma hingað til aftan ef að ég les upp nafnleiðingar. Leví Eli Gránjá Sveinbjörnsson, Kalla Nessa Kíansdóttir, Sigrún Helga Thorlacius, Viktoría Újen Búi, Viktor Kári Ólafsson og Þórhildur Kristjánsdóttir. Leví Eli Gránjá Sveinbjörnsson hlýtur viðurkenningu fyrir ágætan námsárangur í myndlist. Kalla Nessa Kíansdóttir hlýtur viðurkenningu fyrir ágætan námsárangur í dönsku. Sigrún Helga Thorlacius hlýtur viðurkenningu fyrir ágætan námsárangur í sögu. Viktoría Újen Búi hlýtur viðurkenningu frá Félagi íslenskra listdansara fyrir góðan námsárangur í listdansgrein. Viktor Kári Ólafsson hlýtur viðurkenningu fyrir ágætan námsárangur í jarðfræði. Og Þórhildur Kristjánsdóttir hlýtur viðurkenningu fyrir ágætan námsárangur í ensku og sögu.
Jónsson, Dýrleif Kristín Flókadóttir og Jökull Jónsson. Almar Steinn Þorgeirsson hlýtur viðurkenningu fyrir ágætan námsárangur í félagsgreinum og spænsku. Almar Steinn hlýtur einnig nemendaverðlaun Samtaka tungumálakennara á Íslandi sem nú eru veitt í annað sinn. Hann fær þau fyrir einstakan metnað og áhuga á tungumálanámi sínu. Verðlaunin eru bókin 1000 tungumál og 100.000 krónur sem eiga nýtast í ferðalag eða til frekara tungumálanáms. Dýrleif Kristín Flókadóttir hlýtur menntaverðlaun Háskóla Íslands sem veittur fyrir ágætan námsárangur á stúdentsprófi ásamt því að hafa lagt sitt af mörkum til skólasamfélagsins. Dýrleif hlýtur jafnframt viðurkenningu fyrir ágætan námsárangur í leiklist. Við skólan starfræktur minningarsjóður Sverri S. Einarsson fyrrum rektor MH. Markmið sjóðsins að veita viðurkenningu til nýstúdent sem hefur á framúrskarandi hátt nýtt möguleika áfangakerfisins í menntaskólanum með Hamravík. Jökull Jónsson hefur á óeigingjarnan hátt gefið krafta sína í verkefni sem ekki hluti á námskrá skólans og þar með tvinna saman nám og félagsstörf. Við stór tilefni jafnt sem smá hefur hann ávallt verið tilbúinn til söngs og píanóleiks fyrir kórinn, fyrir leikfélagið og fyrir okkur og efrihæðinni. Hann hefur verið okkur innan handar við hverja útskrift frá því hann hóf í skólagöngu og sýnt mikla hæfileika á öllum sviðum lista. Þetta gerði hann bæði að einlægni og smitandi áhuga. Að okkar mati hefur hann nýtt sér möguleika áfangakerfisins í MH til fulls. Næst munum við hlýða á einleik á píanó og það gleður mig að segja að þetta ábyggilega í fyrsta sinn sem að EP nýstúdent fær þann heiður að leika fyrir okkur. Sarna, hvað ertu?
hafa og flytja ávarp og það þau Dýrleif Kristín Flókadóttir og Ingibjörg Vilhelmsson. Gjörið svo vel. Jæja, það er bara eitt í stuðin. Svo, hann bara búin að líða ykkur 3 árum í þetta dag. Ertu stressaður að kíkja þetta? Ég vil eiginlega þess bara líka saman. Já, ég svo að gera. Kýlum á. Kæru gestir, nú eru útskriður MH og því ber að fagna. Við tvö, ásamt flestum í sviðinu, erum útskrifast af opinni hlut. Það þýðir þó ekki að námsferðar okkar eigi nokkurn skapaðan hlut sameiginlegan. Reyndar höfum við Ingrid svolítið oft verið bekkjarsystkini, þar sem við eigum að bæði sameiginlegt og við nýttum okkur áframframboðið svolítið vel. Við vorum til dæmis saman í ritlist, stærðfræði, þrautalausnum, kór, yndislestri, samt eru kjörgrunnarnar okkar ekkert líkar. Ég með stærðfræði, leiklist, eðlisfræði, sem er eitthvað blanda sem ég endaði á eftir að hafa skipt marga oft. Ég ætlaði alltaf að vera með íslensku, en ég þurfti að breyta því að því eina
önnina, þá varð ég að velja milli femínískra bókmennta og kjarneðlisfræði. Og ég meina, það ekki skrítið að það hafi verið kennt á sama tíma, það bjóst ekki við því að einhver hefði brennandi áhuga á þessu. Hver er aftur kjörðan með þínu? Íslenska list og kórsöngur. Þetta alveg smá klísukennt, ég viðurkenni það, en ég veit fyrir víst að ég svo fyrsti sem útskrifa þetta. Og svo bara í haust á að bara rakleitt í myndlist í LHÍ og þar með allar væntingar sem hafa verið gerðar til mín. Svo lengi sem ég enda ekki út á götu sem ég svelti í listamaður, þá bara topp mál. En, þú veist, við dýrlega erum alveg dæmigerir MHF-berstur og klísukenndir trúin þú. Þú veist, við hefum bæði leðurjakka, syngjum við kórnum og bæði ort ljóðir í Norðurkjöldana. En það minnst ekki styrja með sálfræði, ensku og sögu sem kjölgrunni. En samt MHF svo ófyrir sjáanlega. Þú veist, maður veit aldrei á úrhónum mun að kemur alltaf fyrir nýtt og nýtt. En samt þessi spurning sem við erum að heyra endast í dag og þeim eiginlega tónið dá. Hvað kemur næst? Endalsa spurningu, en Fyndið áskildi nefna það. Því pinnum voru einmitt að berast tölur frá Hagstofunni hvað MHF gera næst. Fjórðungur tekur sér pásu frá námi en það er komin með meira en nóg eftir síðustu ár. Annar fjórðungur fyrir íslensku og 50 hver í sálfræði. 1 af hverjum 10 fyrir sagnfræði og sama magn fyrir raungreina eða starffræðinám. Rúmur helmingur MHF sækir í LHÍ en svona rétt rúmlega 5% komast inn. Svo hérna er gaman að segja frá því að nákvæmlega 0 MHF fara í HR. svo svona seinna meir þessi MHF verður fertugi þá enda ég bara með öllum líkindum á Ölstofunni eða Kramhúsinu eða sem kennari í MH. En þú veist, MHF eru mjög heimakær og við viljum seint fara í burtu frá brútalíska steinsteypu virkjunarverðarna en við dýrlegum meira með það í smá minnihluta þóttu séum að heimakær sem eru útsprest á 3 árum. Ekki alveg sjálft sér dæmi þetta. En þóttu við dýrlegum aðeins verið í 3 ár hefur margt gerst og breyst hérna yfir árin. Til dæmis fengu við nýjan rektor, hana Helgu. Takk. Það er svo, ég var að kíkja inn á leta einhver vinni, maður atvinnuleysningur. Það er auðvitað að vera útskipta fyrir svona atvinnuleginu. Það var alveg leta vinnum. Það er bara rektor menntaskólas við Hamrahlíð. Auglýstan á Alfred. Og ekki bara hver sem sóttur. En, við fengum ekki starfið. En, Það sækjum atvinnuleysisbætur fyrir næsta ár sem á ves bara eitthvað á henni fleira. Já, en síðan hefur miðgarðsflokkurinn, hann er búinn að lengja sem 11 metra og hann fór frá 77 yfir í 88 metra og svo þeir gerir ykkur grein fyrir því, það er þess að Hallgrímskirkja pluss 2 ljósastjörnur. Það er með dálítið dótt, en ég verð alveg að stingið til. Stingið til? Og ég er bara að taka yfir. Ég er búinn að hafa þetta. Haustið 2023 voru það fleiri sem hófu feril sinn í MH. Með okkur byrjaði nefnilega sá aðili sem var það allra mikilvægastur skólagöngu okkar. Hann er ekki ný stúdent í dag, heldur hann sama titlu og áður. Umsjónarmaður fasteigna, hjálpsamur engill og sá maður sem hefur fengið hvað flestar sýningar frá MH-ingum. Þetta það. Ég segi það með fullir áhuga. Ef það væri ekki fyrir hans bara góðmennsku og þolinmæði fyrir vesen og bröllingi mér og fleirum, þá væri A.
ekki á útskrifastur MH núna. B. Örugglega fyrst læstur inn í einhverju kompu norður. En þú veist, Kalli, ég meina það. Ég taldi daginn hversu oft ég búinn að hringja í þig yfir bara skólagöngum. Viltu giska? Ég hringdi í þig 87 sinnum. Ég hringdi síðast í hann í gærkvöldi. Sko, þú veist, þú þekkir númer mitt utan þegar ég hringdi og svarar hæ Hilli. En, þú veist, Kalli, ég meina það. Ég skulda þér allt, ég skulda þér það hún. Og okkur langar að biðja þeim að koma ykkur upp á svið út að okkur fannst þetta vantar smá verðlaun og afhending. Svo, Kalli... Það hafa verið algjör forréttindi að fá að stunda hérna á MH, bæði vegna námsins og vegna félagslífsins. Við getum alveg tekið undir það að æskan líði ung og fjölmennilegt og við viljum að við nýstúdentar fellum aðeins lengur í þann flokk. En ég held þó að þó ellin líði vissulega þung, þá býður hún líka glaðleg, lagleg, dýrleg og kynleg. Eins og ég sagði, þá munum við nýstúdentar hérna í dag vera margoft spurð. Hvað tekur svo við næst? Sleppu. En við getum líka bara svarað fyrir ykkur núna. Þessi tekur náttúrulega næst við 2 vikna djamfætti Spána sem hendur í skapulífi. En svona til styttri tíða þá tekur við þessari ræðu kórstungur útskriftarinnar. Textinn sem eftir Sjöfn Þór lýsir vel þeim tilfinningum sem við finnum þegar við kveðjum MH. Bæði þakklætinn og tregun. Enda var ljóðið samið við þetta sama tilefni. Kórverkið eftir okkar áskæra kórstjóra, Friðrik Þorsteinsson, en það var einmitt líka útskriftarkórverkið hans. Við erum einstaklega ánægð með þetta val á verki. Það er ekki bara fallegt, heldur viðeigandi og ótrúlega viðeigandi að fá að flytja það hérna við okkar útskriftarverki hans. Gleðis. Og langar því að bjóða kórútskriftarsystem okkar að koma og flytja saman lindina. Við hafið textan í bækunum okkar til að fylgjast með. Takk fyrir okkur.
fyrir þetta. Nýstúdentar sungu áður lækin sem liðast og ef við ímyndum okkur að við séum stödd í ævintýri þar sem allir eru á stærð við þumalínu eða þumal, þá má sjá ykkur fyrir sér á bát, sigla eftir læknum og liðast í gegnum skólann. Báturinn stoppar öðru hverju og þið hlýða á fyrirlestra og takið þátt í verkefnum sem að verða leikna. Lækurinn ber ykkur svo áfram og núna eru þið við það að sigla út úr skólanum og lækurinn tvístrast í allar átt. Þið getið breytt stefnunni og farið út hvar sem er þegar þið sjáu eitthvað sem þú langar að gera. Við höfum siglt saman eftir læknum í nokkur ár. Stundum var lækurinn óstýrilátur og kannski frekar eins og stórfljót, en oftast voru þið tilbúin að mæta því og stigu völdurnar. Á hverju önn voru ný ævintýri sem biðu ykkar sem þið gáttu valið á milli og látið hugan reika öll heimsins. Það það sem gerir námið hér í MH svo skemmtilegt. Þið finnið ykkar leið, ykkar áherslur og ykkar áfangastaði. Ég vona að MH-ævintýrið sem nú er að enda hafi haft góða byrjun, spennandi millikafla og endað eins og þið bjuggust við. Svona í takt við ykkar væntingar. Það getur vel verið ykkur dreymum að koma hingað aftur í gerfi kennara eða annars starfsfólks og þá er gott að þekka skólann vel. Svo er einnig mjög líklegt að þið að upplifa það sem margir eru að upplifa núna, að mæta í skólann og horfa á börnin ykkar útskrifast úr skólanum ykkar. Fyrir mér og mörgum af ykkar góðu kennurum og starfsfólki hér í MH, þá er þetta ekki draumur. Þetta er raunveruleiki. Að vera nemandi í MH, vinna í MH, útskrifa börnin sín frá MH og finna að hér á ég heima og hér vil ég vera. Að vera MH-ingur í MH. Fyrsta endurkomi ykkar verður vonandi í haust þar sem þið mæti í 60 ára afmæli skólans og við höldum upp á laugardaginn 26. september og ykkur er öllum boðið. Nú er vel við hæfa hlýða á verkið Kveðja eftir Svanhildi Júlíu Alexandersdóttur nýstúdent. Hún leikur á þverflautu og syngur, samt ekki á sama tíma. Og með henni er Bjarki Steinn Gestur Jónsson sem leikur á píanó. Gjörðu svo vel.
Ég var bara að pæla að geta einhver með flott sjónarhorn tekið upp fyrir mig svo ég get sett það mína á það. samveruna og færa ykkur átnaðaráskir frá kennurum og öðru starfsfólki skólans. Ég vil þakka öllu starfsfólki fyrir samstarfið á vorin og með þessari brautskráningu Menntaskólans við Hamri segi skólanum slitið að þessu vori í 60. skipti. Góði gestir, við endum þessa hátíð á Fjöldasöng og syngjum saman sumarkveðja það er ekki og fórin hjá okkur og við tökum öllum fyrir standum upp og syngjum.